Come on!
Já, komið sæli kæra áhorfendur og Örneti, ég mættur hér lýsingu 45 mínútum of seint eða svo, en ég ætla nú samt að fara með ykkur hérna í gegnum síðari hálfleikinn og kannski nýtum tíman núna í það að fara yfir liðin sem að spila. Í markinu á Kára Dino Hodges nummer 31, síðan eru aðri leikmenn Árni Þór Árnason nummer 2, 4 Leo Ernir Einarsson, nummer 5 Einar Logi Einarsson fyrirliði, nummer 6 Guðfinnur Þór Leósson, hann skoraði annað mark Káramanna, nummer 8 Ólafur Karel Eiríksson, nummer 8, hann áverður nummer 18 hefði ég haldið Ólafur Karel, Páll Sindri Einarsson nummer 8, Hilmar Halldórsson nummer 11, nummer 19 Ekkert Kári Karlsson, 20 Mikael Hrafn Helgason og 23 Elís Dofriki Kilvason. Fjallabyggð sem að náði að jafna hérna á síðustu, á 2 mínútna kafla undir lok fyrri hálfleiks. Þar í markinu nummer 2 Halldór Ingvar Guðmundsson, aðri leikmennir nummer 3 Hákon Leó Hilmarsson, nummer 6 Andri Snær Sævarsson, nummer 9 Ómar Díuk sem skoraði síðara markið, nummer 10 Emanuel Negpæl, nummer 11 Grétar Áki Bergsson fyrirliði, nummer 17 Sævar Þór Fylkisson, nummer 19 Jón Óskar Sigursson, nummer 22 Theodor Develan Wilson þriðji, nummer 24 Ljúbomir Deli sem að skoraði fyrra mark Fjallabyggðar og nummer 25 Birkir Freyr Andrason. Nú sjáum til hvort að einhverjar skiptingar eru gerðar í hálfleik. Mér sýnist ekki. Á varamannabekknum hjá Kára má finna meðal annars Garðar Bergmann Gunnlaugsson og Jón Vilhelm Ákason. Reynslu boltana 2 sem að eitthvað sem segir mér ef að Káramenn ná ekki að snúa þessu aftur almennilega sér í vil, þá munum við fá að sjá þá hérna síðar í dag. Káramenn byrjuðu þennan leik mun betur og komnir yfir 2-0 fyrir fyrsta hálftíman og lauk, en svona ég veit ekki hvað maður á að skrifa þá, eitthvað einbeitingarleysi Káramanna eða hvað hér undir lok fyrri hálfleiksins, sem að gestirnir ná að skora þessi 2 mörk svona nánast upp úr engu. Mér skilst það á þeim sem voru hérna að fylgjast með fyrri hálfleiknum að KF hafi nú í rauninni átt bara mjög lítið í fyrri hálfleik, en þá þetta bara að koma í gang á ný og Káramenn sem að byrjuðu hérna. Ólafur Karel stígur eitthvað við hér, kemur langur bolti fram, en var það kannski Theodor Develan Wilson sem að skoraði seinna markið, sennilega það rétt. Ekki farið rétt með. Ákoma Fjallabyggðarmenn Grétar á Sævar Þór sem að missi boltan út af. Mikael kastar þessu inn, reynir að finna Ekkert Kára, tekst ekki. Þannig að Jón Óskar Sigursson að komast á milli og boltinn til baka á Halldór sem að kunna langan fram og já, snertan, hann hefur snert loftið þarna. Steinar Gauti dómari allavega mata svo svo og þá fá Kára með boltan Einar Logi út á Árna Þór sem í hægri bakarastöðunni í dag. Leo það að halda boltanum aðeins hérna, svo kemur Einar Logi með langan bolta inn í áttina Ekkert til Kára. Andri Snær kemur þessu frá beint á Guðfinn Þór sem að reynir að finna Hilmar komið upp að endamörku, reynir fyrir gjöfina, en þeir ná að verða fyrir Birki Freyr, sýndist mér, sem að komst fyrir þetta ágætis upplöp hérna hjá Káramönnum. Og hornspyrnan, fyrsta hornspyrnan í síðari hálfleik. Káramenn mæta ákveðni til leiks hér í síðari hálfleikinn. Páll með hornspyrnuna, hún kýld frá, beint á Páll aftur. Páll síðan lyftur hún minni á fjársvæðið
Það er skalla frá á Wilson, beint á Guðfinn Þór sem að nær skotinu og síðan Hilmar reynir að koma honum áfram eða var það Ólafur Karel. Og Kára með búin að vinna boltan strax aftur. Páll á Eggert með Hilmar með sér. Hilmar aftur inn á miðsvæðið, það er Páll. Árni finnur sig hann Ólaf Karel. Það er að snúa sér Díuk. Eggert Kári reynir hérna skemmtilega hælspyrnu en vel lesið af Hákoni Leó. Ólafur tilbaka á Einar Loga. Þolinmóðir núna Káramenn. Leó. Elís Dofri. Mikaeli með honum hann sækir inn á völlinn. Elís Dofri fer í skotið, þetta lítur vel út og frábær markvarsla hjá Halldóri. Sjáum þetta aftur hér. Elís Dofri missir boltan hann aðeins í rétt í blábyrjunni. En frábær markvarsla. Nú og hotspinna. Það var stórhættulegt. Páll með þetta inn á nærsvæði núna. Gestirnir á að koma þessu aftur frá, beint á Páll. Páll leitar aftur upp í horni, snýr við, tapar boltanum hann í augnablik. Frábær varnarleikur hann á Jóni Óskari. Tilbaka á Leó. Mikael lyftur honum upp í vinstra horni. Þetta er misjafnleg sending út af. Grétar Áki úr lið sem að það eru nokkri leikir í annarri deildinni í dag en eru Káramenn að sækja. Elís Dofri reynir að aðeins smá misskilningur á milli Ólafs og Páls en það gengur upp enga á síður. Ólafur út á Árna. Árni reynir fyrir gjöfina í varnarmann og það er Hákon sem að vinnur síðan innkastið en það er Völsungur og Selfoss. Þar er leik lokið. Selfossingar vinna þar 1-0, ekki sérlega óvænt. Leikur Víðis og Fjarðabyggðar hófst klukkan 3 en enginn hefum ekki fengið neinar fregnir af þeim leik eins og það mætti nú að vera lokið. En KF ná ekki að halda boltanum, fín pressa hjá Kára. Hilmar Halldórs tekið niður. En hér er staðan 2-2, Dalvík Reynir og ÍR er að mætast fyrir norðan og þar er staðan í þeirra síðara hálfleikurinn í hafinn 1-1. Einnig verið að spila í lengjudeild karla og þriðjudeild karla og fjórðudeild karla. Það er fullt af fótbolta í gangi. Pepsi Max deild kvenna einnig. Við kannski reynum að kíkja á úrslitin þar eftir því sem við getum en Káramenn hér. Aukaspyrnu Ólafur Karel út á hægri kanti. Margar rauðar treyjur við vítateiginn, kemur fastur inn á teiginn en Emmanuel Nikpæl kemur þessu frá og þetta er vandræða, eru í vandræða með uppspilið. Mikael setur hann tilbaka á Dino sem að losar hann fram á miðsvæðið. Það er Einar Logi að skilja sig tilbaka en gestirnir halda boltanum. Andri út á Grétar. Birkir út á Hákon. Hákon með langan fram, hann finnur Delic sem að er að koma sér, hérna kemur boltinn inn á teginn en Dino ekki neinu vandræði með þetta. Sendingin frá Díuk ekki nógu nákvæm. Káramenn spila þetta stutt. Einar Logi fram á Hilmar. Hann á Árna, fellur síðan við en ekki er dæmt. Jón, aðþrengdur, kemur tilbaka.
vel spilað hjá gestunum. Sævar Þór á Nikolaj Elís Dóri, finnur Guðfinn. Guðfinnur tekur að stutta á Eggert Kára. Hann tekið niður og réttilegt að aukaspyrna þarna. Andri Snær ekki sammála en þetta hefur verið nokkuð bóliggjandi. Það var einum leik lokið í lengjudeild karla. Grindavík sigraði Vestra 2-1. Þar eru 4 aðrir leikir, já fyrirgeðu, Víkingur Ólafsvík 1, IPVF 1. Loksins fá Ólsararnir stig. Og enn eitt jafntefli hjá IPVF. Þetta vel getur Mikael, kemur honum að Eggert Kára. Páll Sindri, hann með plás. Læðir honum inn fyrir Elís Dofra og Elís vill nú fá eitthvað þarna fyrir sinn snúð eða Káramenn. Ég veit ekki alveg með þetta. Ég veit ekki hvort við getum séð þetta hér. Elís Dóri með pláss. Ég vil meina að það verið tóra í sig hérna en ég held að það sé til ómikils mælst held ég. Þetta ágætlega gert. Leo í vandræðum og brýtur af sér hérna og réttilega dæmt aukaspyrna og fær gula spjaldið að launum. Stöðvaði þarna upphlaupið. Einnig leikloki og afturhaldning og Fram þar sem að Framarar unnu 2-1 og síðan unnu Þór Akureyri Þrótt Reykjavík 3-0. Leiknir Fáskrúðsfirði tekur síðan á móti Magna austur á Reyðarfirði og þar er staðan 1-2 eftir 56 mínútur. Og KF á hérna aukaspyrnu á hættulegum stað. Emanuel Nickpæl tekur hana, hann tekur hana stutt en Mikael Rapp les þetta vel. Þetta var Mikael vel með á nótunum. Káramenn vilja spila þetta stutt og þá pressa KF menn. Elís Dóri og mann í bakkinu kemur á Pál Sindra. Hann finnur síðan Ólaf Karel. Hann reynir sendingun á Hilmar, hann ekki nógu nákvæm. Lesið vel á Hákoni Leo og sem kemur hann síðan á Díuk. Sendingin inn á fjársvæðið og þarna var Wilson Friði við það að komast í boltan. En ekkert varð úr því. Sér það hérna við ákveðnar aðstæður að þá fara gestirnir í háa pressu. Og Káramenn þráast við að vilja spila þetta eða hvað? Nei, nú rekkur Dino menn fram. Dino spillir hann út til vinstri. Það er Eggert Kári. Það er ekkert í boltan sem hann tekur annan boltan á Elís. Elís upp eftir vinstri kantinum. Heitir síðan inn á völlin en þar kemur hjálpavörnin. Vel spilað. Einar Logi vel með á nótunum þarna. Finnur Pál Sindra. Aftur á Einar. Einar ber boltan upp hérna. Það þarf í þrýðingaspil við Eggert Kára. Gengur ekki. En fær boltan aftur. Lyftur hann síðan hérna inn fyrir og Guðfinnur kominn inn fyrir. Og Guðfinnur ekkert dæmt hér. Ekkert dæmt. Þarna hefði hæglega mögulega verið hægt að dæma. En þá koma gestirnir og náum við kannski að sjá aftur þetta atvik hér. Frábær sending hjá Einari Loga. Guðfinnur með gott hlaup. Nei, þetta er ekki mikið. Leit verr út við fyrstu sín. Og þá er einhver reikistefna og guldspjald á varamannabekkin hjá KF. Og hann heldur áfram og menn þurfa nú að passa sig og hafa vit á því. Ég veit ekki yfir hverju. Já, kannski hafa þær vilja fá hann að spjalda á Árna Þór. Það er mögulegt hann í framhaldinu en Einar Logi sterkur hann að skalla boltan á Árna sem að losa hann síðan upp eftir línunni.
Sendingin á Sævar sem að reynir að kassan hann á Díuk. Þetta tæp sending, þetta svona kæruleysislegt. Og Díuk í skotið, beint á Dino. Það má ekki leyfa sér neitt kæruleysi hérna í þessari deild, það nokkuð ljóst. Kemur boltinn inn fyrir á Eggert Kára. Eggert Kári að sleppa hér í gegn. Hann með menn með sér, hann fer sjálfur, leitar að skotinu. Skot í varnarmann. Og Sævar nær að koma þessu síðan tilbaka. Nick Pyle með boltan hérna, hann með Wilson með sér og Sævar sem kemur utan á hlaupið. Sævar kemst fram hjá Leo fullauðvitað hérna, sendingin inn á fjársvæðið og skallinn fram hjá Káramenn spila hérna Páll Sindri, skiptir yfir til vinstri, Mikael sendingin aðeins og aftarlega fyrir hann. Þannig að lítið varð úr hlaupinu. Þannig að kannski að ná að sjá aftur hérna þetta atvik þegar að gestirnir voru við það að sleppa í gegn, en það uppbygging hérna hjá Kára. Einar Logi ekki með nógu góð sendingu, fær boltan bara til sín aftur. Reyndu aftur Einar að segja þér. Þetta skemmtilega spilað, Páll Sindri lyftir honum síðan hérna inn fyrir, en Haraldur út úr markinu og gerir þetta vel. Þetta vel spilað. Sendingin inn fyrir, en kannski náðum við að sjá núna þessa sendingu tilbaka hérna hjá Páli Sindra. Þarna mátti litlu muna að úr mark, en það slapp til. Káramenn svona að stjórna leiknum, en gestirnir búin að minna á að það má ekkert líta að þeim. Kemur Árni þó, leitar að möguleikum, finnur Eggert Kára. Eggert Kári fer sjálfur og fellur við. Hann þrengtur hérna, Árni nær Díuk og brýtur á honum. Kort liðið af síðari hálfleik. Öll mörkin sem við höfum fengið voru í fyrri hálfleik. Gestirnir á möguleikana, sending fram, Mikael skallar frá inn á miðsvæði, Páll Sindri dettur, en það verður til þess að Guðfinnur nær til boltans. Hann á Hilmar reynir að finna Guðfinn aftur, en finnur svo Eggert Kára sem að nær ekki að taka bolta með sér. Þetta vel gert hérna hjá Delic, en Leo vel vakandi hérna. Kemur þessu frá og Gretar á Nick Pyle. Gretar fer inn á völlinn, setur hann á Birki, hann áfram út á Hákon á Díuk, hann að snúa Árna af sér. Nick Pyle nálgast teginn, rennur honum út á Sævar með boltan fyrir. Leo setur boltan aftur fyrir. Þetta var lipurt spil hjá gestunum. Það Hákon Leo Hilmarsson sem að kemur til þess að taka hornspyrnuna. Allir Káramenn komnir tilbaka til að verjast þessu. Hákon kemur með spyrnuna inn á miðjan teginn. Dino kýlir hann út á kant aftur. Hákon með hann fyrir, Leo reynsa frá. Heiðni Stofri í pressuna og Jón Óskar setur hann tilbaka.
Kemur langur bolti, Leo ekki vandræði með að skalla þetta frá, skallar hann eins og beint á Delic. Ólafur Karel gerir þetta virkilega vel, stígur hann þarna út. Elís nær ekki að taka bolta með sér. Jón. Tilbaka á Grétar. Þeir skipta kant. Hákon kemst fram hjá Hilmari. Lyftur sinni á teiginn, Leo þarna í smá vandræðum og sýndist að vera Nick Pyle sem að vildi fá eitthvað þarna, fékk ekki, en áfram heldur svo gestana. Grétar á Sævar, fær hann aftur og óvarleg tækling þarna hjá Elís Dofra, full grimmur þarna og aukaspyrna á mjög fínum stað sem að gestirnir fá. Og það Nick Pyle sem að ætlar að taka spyrnuna. Dino vill bara einn í vegg. Það Eggert Kári. Nick Pyle. Hann reynir hreinlega skotur þessu hérna. Nei, snýr þetta inn á fjársvæðið og það Díuk í boltan og þetta brotið á Dino síðan. Ágæt aukaspyrna þarna sem við getum séð aftur hérna. Og Dino kennir sér aðeins meins hérna. Fínasta spyrna aðeins, hann ekki að komast yfir hann hérna. Díuk. Og Dino rekur menn fram núna. Hann líst ekkert á þessa pressu KF manna. Þessi spyrna nú nokkuð löng hérna og beint á Elís Dóra sem að tekur hann bara vel niður. Elís út á Hilmar, Hilmar fer í árásina, kemur að vara dekning hérna á Nick Pyle, tekla boltan frá honum. Hann fer með sjálfur með boltan, finnur Wilson, hann út á Díuk. Hann að halda honum inn á, en Árni Þór vinnur hann tilbaka fyrir Kára. Guðfinnur lyftir honum inn fyrir, þar Elís Dofri komin í færið og Elís Dofri með skot í hliðarnetið. Þetta var fínasta sókn hjá Kára. Árni vann boltan, kom honum á Hilmar, hann á Guðfinn. Guðfinnur síðan með þessa fínu sendingu á Elís sem að nær ekki að stýra þess á ramman. Og það mennir að leyfa sér að svolítið að mótmæla dómum. Svo sem í báðum liðum. Þetta var kannski full hávært. Það kallar eftir virðingu fyrir starfsmönnum leiksins. Það alveg nauðsynlegt og þarna eitthvað að gerast. Eggert Kári og var það gult spjald á Eggert. Já, hérna, hvað var þarna sem gerðist? Við erum nú með þetta hérna. Þetta kast ekki gott. Og Eggert, hvað gerir hann? Já, ég veit það ekki. Flækist í fótunum á honum hérna. Þetta var vel í lagt. Gult spjald. En Grétar fann fyrir þessu. Halldór fyrirgefi með langa spyrnu hérna fram. Mikael vinnur skallan. Ólafur tilbaka á Árna. Árni á Hilmar. Hilmar pressaður, finnur Ólaf Karel sem að missir hann og langt frá sér. Þá geta þeir sótt hratt. Nei, ekki nógu góð sending. Mikael reynir að renna honum inn fyrir Eggert Kára. Eggert grimmur hérna og Grétar setur hann út af. Mikael kastar hérna inn í hlaupi fyrir Hilmar. Þetta var erfitt en náði að gera sér mat úr þessu. Mikael hérna á miklum spretti. Grétar kemur inn í hliðina á honum og útspark eða markspyrna dæmd. Já, það voru 3 leikir í Pepsi Max-deild kvenna í dag. Þar vann Stjarnan IBVF 1-0, Þróttur Reykjavík vann Fylki 2-1. Já sko. Og Selfoss vann FH 1-0.
Hann er orðinn 2-2 í leik Dalvíkur Reynis og hann er dæmt aukaspyrna á Eggert Kára. Hann má nú ekkert við því að mótmæla þessu of mikið. Komið með spjald. Það taka þetta stutt. Já, staðan var 2-2 hjá Dalvík Reyni og IR. Það er sama fjörið þar og hér. Djúk með Átna í bakinu og Hilmar kemur í aðstofuna. Delits, grimmur þarna, stígur Einar út, leggur boltan á Sævar sem að nær ekki að halda boltanum hjá sér og Leo reynsar þetta upp og Guðfinnur síðan reynir að finna Hilmar, tekst ekki en Hilmar heldur áfram í pressunni og Halldór síðan setur hann upp í loft. Það er nú eitt Vesturlandslið hérna sem var að spila í fjóruðdeildinni í dag, Skallagrímur. Þeir gerðu 1-1 jafntefli við Hamar og það var Declan Joseph Redmond sem skoraði mark Skallagríms. Staðan ennþá 2-1 fyrir Magna fyrir austan gegn Leikni Fáskrúsfirði í lengjudeild karla. Leo úti vinstri á Elís Dóra, tekur vel á móti boltanum, hann er nú tvöfaldaður strax þarna. Leo á Ólaf sem nær að snúa, finnur Eggert Kára. Eggert Kári lyftir honum þarna upp í öfuð á Birki Frey og þeir hreinsa þetta upp í loft. Karel öruggur á boltanum hérna. Einar, ekki góð sending frá honum beint á Jón Óskar sem að lyftir hann síðan inn fyrir á Djúk en Einar Logi kemur til Bjargar, hann gerir það sem hann eiga að gera eða gera feil. Það er bara að reynsa upp eftir sig sjálfur. Það er sjálfsög kurteisi. Þá ekki þurfa að treysta á aðra menn í það. Einar Logi veit það. Leo á Pál Sindri. Ekki með mikið pláss þarna. Leo síðan losar þetta fram og þeir gera það á móti. Wilson þriðji rangstæður hérna og þá eru skiptingar hjá báðum liðum. Það eru tvöföld skipting hjá Kára sýnist mér, Marin og Hilmar og Garðar Bergmann Gunnlaugsson að koma inn á Marin og Hilmar Ásgeirsson sýnist mér líka í staðinn fyrir Átna Þór. Og Ragnar Þór einnig, Ragnar Már Lárusson. Það er þreföldskipting hjá Kára. Síðan er Hákon Leo Hilmarsson að fara að velli sýnist mér fyrir hjá gestunum. Elís Dofri, Eggert Kári og Átni Þór út af hjá Kára. Og Hákon Leo Hilmarsson að fara að velli fyrir gestina. Það er einhverjar tilfærslur, hann er nýr leikmaður að koma inn í hægri bakvarðarstöðuna, Gretar fer yfir í vinstri. Páll Sindri skiptir yfir til hægri á Marino sem er á flegiferð og Marino fer í skotið. Þessi sending frá Páli ansi reynt, smekkleg. Sjáu þetta hérna og Marino strax mættur hérna í hlaupið en nær ekki að stilla skotið rétt af. Vel gert hjá Hilmari Halldórssoni sem er síðan tekið niður í kjölfarið og gult spjald á Djúk. Einanlega með langan bolta. Það er Halldór Mar varamaðurinn sem að hreinsar þetta frá.
Sævar Nick Pæl reynir að finna Wilson og hann rangstæður og Mikael ætlar að reyna að vera snöggur að taka þetta en hætti við eitthvað sem segir mér að það sé bara hreinlega eitt mark, næsta mark sem að ræður úrslitum í þessum leik. Það er svona læðist að mér sá grunur en Káramenn hérna í sókn. Ragnar Már hirðir þetta upp. Ragnar með Mikael með sér. Mikael fær svo boltan. Mikael langar í árásina, fer hérna inn á völlin. Vel lesið hjá Delic sem að lítur síðan upp, reynir að skipta yfir á Díuk. Einar Logi er með þetta og setur hann upp í loft. Hellingur af mörkum í þriðju deild karla í dag. Reynir Sandgerði 7, Einherji 2, KVF 3, Vangir Júpiters 0, Höttur Huginn 3, Augnablik 1, Elliði 4, Sindri 3 og síðan er staðan 3-2 fyrir Álftanes gegn Ægi eftir 71 mínútu og KFG 0, Tindastóll 1. Ólafur gerir þetta vel, kemur boltum á Ragnar Már. Ragnar Már fer í árásina hérna, er að nálgast vítategin. Stígin út hérna vel. Sævari Gylfasinni sem að sýnist mér einnig vera komin inn á hérna númer 8. Sá nú ekki hver fór út af fyrir hann. Ólafur skiptir yfir til hægri. Hilmar sem hefur svona droppað niður í bakvarðarstöðuna hérna með Marino fyrir fram að sig. Marino vinnur boltan aftur en dæmd aukaspyrna á Hilmar. Álfnesingar voru að komast yfir 3-2 gegn Ægi. Það er náttúrulega skagatengingu Álftanes nú orðið. Gunnlaugur Jónsson, nýlegur þjálfari þeirra. Þannig að það bætist á lista uppáhaldsliða skagamanna. En Díuk tekur hérna þetta frákast og Páll Sindri stígur hérna á hann og fær gula spjaldið. Töluvert að gulum spjöldum hérna í þessum leik. Þó hann hafi nú ekki verið sérlega grófur beint. En það hafi verið svona óþarfa brot. Þetta var svona korter eftir og það sýnist mér Nick Pæl sem að tekur þessar spyrnu eins og margar. Sýnist mér Gretarinn og hann með honum. Hann lyftir þess chippari sinn á tegin Díuk og síðan er dæmd aukaspyrna hann á Birki Frey sem að hleypur inn í bakið á Leo. Þetta var skemmtilega útfærið aukaspyrna. Chippaði hann á höfuðið á Ómar Díuk sem að fleytti honum áfram og vantaði lítið upp á að Birkir kæmist í boltan en Leo var hann vel á verði. Páll Sindri boltinn tilbaka á Leo á Mikael. Þrýstaðum aðeins út úr þessari hæstu pressu hérna. Páll tilbaka á Ólaf Karel sem er komin hérna milli hafsendana. Ólafur séðan með langan bolta. Mikael vinnur skallan en skallar frá hann beint á Ragnar Má. Ragnar fer á vinstri, komin inn á tegin, nálgast endamörkin, kemst fram hjá einum, reynir skoti. Þetta var góður sprettur hjá Ragga. Halldór snöggur að kasta þessu út á varamanninn Halldór. Sending hans beint á Mikael, sending hans beint á Nick Pæl. Bíðum færis á að sjá þetta, smá kæruleysi hérna og ekkert dæmt. Káramenn vinna boltan átt á vellinum. Páll Sindri með Marino með sér. Tekur svo hlaupið inn á tegin, fær boltan, komin upp að endamörkum, kemur honum út í tegin. Það er Ragnar Már, nær hann að finna skoti, nei það tekst honum ekki. Frábær varnarvinna hérna hjá Sævari Gylfasinni sýnist mér. Og svo kemur sendingin inn fyrir á Díuk sem er í rangstöðu. Þá kannski náum við að sjá aftur þennan sprett hjá Ragnari Má Lárusinni. Mikið harðfylgi þarna en færið gríðarlega þröngt sem hann nær ekki að
valda miklu vandræðum fyrir Halldór í markinu og þá vinna Káramenn hornspyrnu. Þeir eru svona öllu ákveðnari hérna og þá skipting. Nú mega gestirnir fara að vara sig. Jón Vilhelm Ákason klár. Og hver það sem fer af velli? Það Páll Sindri eða hann bara að fá sér vatn? Nei, Páll Sindri sestur. Páll Sindri Einarsson farinn af velli, í stað hans kemur Jón Vilhelm Ákason. Og Marino klár í hornspyrnuna. Jón trillar sér inn á teginn. Marino lyftir þessu hátt inn á teginn. Garðar í skallan en nær ekki að stýra þessu á markið. Fór þetta varnarmanni, þeir reynsa þetta fram. Sævar, Mikael á móti. Sævar kemst auðvitað fram hjá honum. Mikael eltir hann. Finnur síðan Díuk á miklum spretti. Mikael mættur. Síðan það Wilson sem fer í skotið beint í Guðfinn Þór. Wilson fær boltan aftur. Tilbaka á Halldór sem lyftur honum inn á fjær en það beint á Dino Hodzic sem finnur snöggur að finna Garðar hérna. Góð spyrna, Garðar missir hann og langt frá sér. En Jón Vilhelm, baráttu hundurinn Jón, vinnur boltan tilbaka nánast. Og það Hilmar vinnur hennan bolta. Hárbolti, Garðar tekur hann vel niður. Garðar aðþrengdur og síðan dæmdur, brotlegur líklega eða hvað? Já. En þetta komið í gang. Þessi lið náttúrulega, þetta KF það lið sem næst Kára fyrir ofan. Eins og staðan akkurat núna 4 stig á milli þeirra í 7. og 8. sæti og eins og ég segi sigur í þessum leik gæti nú svona allavega komið Káramönnum þægilega svona í miðju svona lignan sjó eins og maður segir. Þeir eru ekkert of langt frá neðri hlutanum og þó Dalvík Reynir situr eins og staðan núna í 11. sæti með 6 stig. Heilum 9 stigum og eftir Kára ef að þessi leikur endar eins og leiki dagsins enda eins og þeir eru að standa akkurat núna. Slök sending frá Nick Pyle beint á Ragnar Már snýr af sér Jón Óskar sem hangir í honum og nær sér í gult spjald. Enn eitt gula spjaldið á loft. Þetta að þessu sinni fyrir peysutog. Leo nú kannski fullsnöggur að taka þetta hérna. Dómarinn ennþá að sinna skýrslugerð. Níu mínútur eftir. Öll mörkin í fyrri hálfleik. Einar lyftir þess á Jón. Jón tekur hann á kassan tilbaka á Leo. Og kemur langur bolti yfir til hægri á Hilmar. Hilmar tvöfald á hann leggur af stað. Kemur boltanum fyrir marki og Jón Vilhelm við það komast í hann hérna. Og Nick Pyle, nei, ég held að Káramenn ekkert skilið út úr þessu. Hann tæklar hann reyna boltan. Leo með frábæran snúning hér á Garðar. Garðar undir pressu og missir boltan. Þá koma gestirnir, Díuk, og hann tekið niður á Ólafi Karel sem nær þá í enn eitt gula spjaldið. Já, þarna skall nú hurðnæri hælum hjá gestunum. En sennilega skynsamlegt að Ólafi að stoppa bara þessar sóknir voru fáliðaðir tilbaka og algjörlega svona úr skipulagi. En þarna vantaði ekki mikið upp á Jón Vilhelm næði að koma sér í boltan en gríðarlega mikilvæg tækling hérna hjá Nick Pyle, Emmanuel Nick Pyle.
Grétar með aukaspyrnuna, hún mátt lítil beint á Dino. Dino sér hér Ragnar Má úti á vinstri kantinum, kastar á hann. Ragnar finnur Guðfinn. Guðfinnur með fína snertingu þarna, setur hann yfir á Hilmar. Hilmar á Marino, hleypur svo utan á hann. Marino á Guðfinn. Hann tilbaka á Ólaf Karel sem að lyftir honum inn á fjær. Þar Ragnar Má sem skallar hann fyrir markið aftur. Og þetta skallað aftur fyrir af Grétari Áka. Og hornspyrna. Þetta var skemmtilega spilað hjá Kára. Og það Marino sem að tekur þessu hornspyrnu. Það eins og ég segi, 1 mark. Ég er bara, ef að þessi leikur vinnst, þá vinnst hann á einu marki held í. Marino með hornspyrnuna, Leo í baráttunni. Boltinn út úr teignum, Ragnar Már í baráttu við Sævar, kemur honum á Marino. Marino aftur á Ragnar sem að kemur með hann inn á teiginn í fyrsta og Halldór vel vakandi og grípur þetta. Snöggur að spyrna þessu fram á Díuk sem að næra skallans áfram sjálfur. Hilmar hundeltir hann, en Díuk með boltan. Díuk lyftir yfir. Það Sævar, Mikael til varnar. Hann næri ekki að koma sér í almennilegt færi. Sævar leggur hann tilbaka á Grétar. Hann á Halldór. Halldór fyrir skotið en það algjörlega hættulaust. Langt yfir. En það Díuk sem að lúrir hérna frammi meðan að aðrir KF-menn verjast. Og maður sér að Halldór mjög snöggur að þetta nú svo sem leikstíl sem að við Skagamenn þekkjum. Og hér kemur Garðar með fínan bolta inn fyrir á Marino. Marino nálgast endamörkin, reynir fyrirgjöfina og beint í Grétar Áka sem að fagnar ákaft. Það ekki oft sem að maður sér þetta. Mættum sjá meira af þessu. Að menn bara berja sér á brjóst fyrir að stöðva fyrirgjöf. Það gaman að þessu. Það koma Leo og Einar Logi inn á teginn. Marino hingrar eftir þeim. Og enn það Díuk sem að býður hérna á miðinu boltinn út í teginn. Einar Logi vinnur skallar hann inn á markteginn aftur en Jón Vilhelm nær ekki að komast í hann. Halldór snöggur að kasta út á Sævar. Þá leggur Wilson af stað út í vinstra megin en Díuk fær hann hérna tilbaka á Nick Pyle. Fær hann aftur. Díuk, Wilson ætlar henni í þríhyrning við Díuk. Mikael nær að komast í boltan. Þetta vel gert hjá Mikael Hrafni. Ragnar Már lyftir honum fram, Jón Vilhelm tilbaka á Mikael. Kraftmikið tækling hérna hjá Nick Pyle. Leo að þrengtur, finnur Mikael. Mikael síðan losar hann hérna langt fram. Garðar eldir. En Grétar kemur þessu, en hérna á ekki að spila sig út úr þessu. Hilmar fram hjá Delic. Tilbaka á Ólaf. Ólafur á Jón. Hilmar aftur. Hilmar aftur á Jón. Jón fer í skotið með vinstri en það máttlítið og yfir. En vel spilað enn og aftur hjá Káramönnum. Þeir eru að ná að opna á örlítið. Þarna vantaði bara smá gæði í skotið hjá Jóni. Halldór spyrnir fram, Nick Pyle vinnur fyrsta boltan en Káramenn búinir að vinna hann aftur. Tilbaka á Leo. Wilson pressar á hann, nær á honum boltanum. Liggur síðan á honum eða hvað. Leo missir hann út af, eða potar honum út af. Halldór kastar inn á Nick Pyle. Wilson fær hann aftur. Ólaf, hann og Díuk aftur á Nick Pyle. Ólaf Karel gríðarlega sterkur hérna. Guðfinnur síðan á Jón. Aftur á Ólaf Karel, missir hann svolítið frá sér hérna. En þá dæmd aukaspyrna sem að Káramenn fá. Þetta vel dæmt. Alltaf gaman að sjá góðan hagnað. Það mikil kunst og ekki á allra færi að gera það vel. En Steinar Gauti fannst mér sína þarna góðan takta. Rétt tæpar 3 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Einar Logi lyftir þessu fram. Garðar reynir að fleyta honum áfram, tekst ekki. Það var Sævar sem að hafði betur þarna. Nick Pyle með góðan snúning.
Aðþrengdur, hann ennþá með bolta, nei, hann lítur af honum hann að augnablik. Mikael kastar inn á Garðar. Guðfinnur, aftur á Mikael á Garðar, þetta vel spilað. Garðar, reynir að finna Jón Vilhelm, tekst ekki. Jón með langan bolta út til vinstri, hann Wilson að elda, næra þessum bolta. Þeir eru 4 hérna, gestirnir. Wilson hótar skotinu, fer síðan í það, skýtur beint í Óla Karel. Það að breytast í smá bortennis hérna, liðin sækja á víxl. Jón Vilhelm, góðan snúning, finnur Garðar. Garðar nær að snúa, kemur honum á Ragnar Má. Mikael tekur ekki hlaupið, Ragnar lyftir þessu út til hægri á Marino. Nú vantar hreyfingu fyrir framan boltan. Jón Vilhelm leggur hann út á Hilmar, setur hann aftur inn í teginn en sendingin beint á varnarmann. Einar Logi svellkaldur hérna. Já, enn með boltan. Einar sér Hilmar, þeir eru að fá pláss hérna úti á köntunum. Hilmar fer í árásina, setur hann út í teginn, reynsa frá Birkir Frey. Einar Logi fer í sendinguna, eða skotið, sendingu sennilega og Marino hann í smá trafík. Einar Logi kemur honum á Mikael sem hérna. Einar Logi, það bara varnarlínan sem að sér sóknarleiki núna. Einar út á Ragnar. Ragnar lyftur þessu inn á fjær. Jón Vilhelm í barðinu og hérna stokkið í bakið á Jóni. Birkir Freyr, Káramenn trillast, boltinn ennþá inn á eða hvað? Já, Hilmar. Og þá fer Wilson í tæklingun og gefur horn, en við skulum sjá þetta aftur hér. Þarna vildu Káramenn greinilega sjáum þetta hér. Jón fer upp í og þarna, ég ætla að segja það, út á miðjum velli hefði mjög líklega verið dæmt aukaspyrna á þetta, og mín skoðun er svo að ef þú ættir að dæma aukaspyrnu og brot utanteiks, þá átt að dæma vítaspyrnu innanteiks, en þetta var kannski á gráa svæðinu. Marino með hotspyrnuna og það er skallamarki og Halldór nær að verja þetta. Hann er snöggur að reyna að koma aðeins í leik. Sýndist að vera Leo sem átti skallan, en hann var ekki nógu fastur. Og þessi sending slök hjá Halldóri. Uppbótartíminn er hafinn. Ragnar Már kastar inn á Garðar, farið í baki á honum eða hvað, ekki dæmt. Mikael við það að vinna boltan aftur. Nick Pæl stígur hann út og róar þetta síðan niður. Káramenn í smá pressu hérna. Halldór Mar finnur Jón á Wilson. Einar Logi lesa hann ágætlega, en Wilson nær að halda boltanum. Hann er með Díuk út í vinstra megin. Díuk kominn inn á teginn. Díuk fer í skotið, en beint á Dino Hodzic í markinu. Dino með langan bolta út í vinstri. Garðar gerir vel í að halda þessum í leik. Ragnar Már skiptir yfir til hægri. Marino fer í hlaupið. Gretar er á undan og boltinn tilbaka á Halldór sem að gerir þetta virkilega vel og kemur hann aftur á Gretar. Hann finnur síðan Díuk. Sendingin inn fyrir á Wilson og hann er flaggaður, rangstæður, ekki í fyrsta sinn hér í leiknum. Og þá er skipting hjá KF. Og það er Jón Óskar Sigursson sem að fer af velli. Og þá ætla ég að það er tveir sem komið til greina, Oliver Jónsson eða Þorsteinn Már Þorvaldsson. Það setja minnpenning á Þorsteinn Má. Já, það var hann. Þorsteinn Már Þorvaldsson kominn inn á. Kemur langur bolti fram, ekki erfiður fyrir Sævar Gylfason sem að skallar hann frá. Leo skallar hann síðan í áttina. Einar Loga tekst ekki. Nick Pæl skiptir yfir til hægri. Mikael velvakandi, finnur Guðfinnur síðan fram vinstri kantinn. Ágætis varnarleikur hérna á Halldóri Mar.
Manni sér það að Káramenn eru dálítið æstir í að vilja að bæta við þessu og finna þetta þriðja mark. Mikael með langan bolta yfir. Grétar vel staðsettur og skallar hann út fyrir. Það er að detta í 3 mínútur í uppbót og Káramenn eiga þetta innkast. Hilmar finnur Jón Vilhelm, nær ekki snúningnum. Ágætis varnarleikur hérna hjá Birki Frey og ja, hornspyrna dæmd. Grétar ætlaði sér að ná sér í aukaspyrnu hana. Búnar 3 mínútur í uppbótartíma. Spurning hvort að það er ein í viðbót. Það er allavega verður alltaf færri og færri möguleikar. Boltinn inn á teig, Garðar í baráttunni, boltinn dettur í teig, Garðar, Leo, boltinn, þetta er bara smá pinball hérna inn á teig. Ragnar Már tekur hann síðan á kassan. Sævar kemur þessu frá á Hilmar. Hilmar fer í skotið og Halldór ver þetta út við stöng. Halldór síðan með hann langan fram. Mikael réttum maður réttum stað hérna. Ólafur á Einar. Það er ákveði í þessu núna hjá Kára. Jón Vilhelm reynir að finna Garðar. Boltinn rekkur þarna aftur fyrir. Skulum við sjá aftur þetta þennan darraða dans þarna í teignum sem að endaði með skoti Hilmars fyrir utan teig. Það er að Jón Vilhelm er að gera sig kláran í að taka hornspyrnuna. Jón með boltan inn á fjær. Garðar stekkur hæst. Boltinn er afturlaus í teignum. Nick Pæl kemur sér út með boltan og það er brotið á honum. Og þá er þetta nú sennilega búið. Já, það er það. Og leiklokið 2-2 og hér sjáum við markaskorarana. Það var Hilmar Halldórsson sem að skoraði fyrsta marki fyrir Kára strax á 12. mínútu og Guðfinnur Þór Leósson kom þeim yfir í 2-0 á 29. mínútu og allt lék í lyndi, en síðan kom 2 mínútna kafli. 41. mínúta þar var það Ljúbomir Derić sem að skoraði og minnkaði munin fyrir KF og það var síðan Theodor Develand Wilson þriðji sem að jafnaði fyrir gestina og þar við situr. Þetta þýðir að bæði þessi lið eru náttúrulega bara áfram í sínum sætum í deildinni. KF áfram í 7. sæti núna með 19 stig, Káramenn í 8. sæti með 15. Þetta er nokkuð svona sumu ennþá, þægileg staða nema hvað. Dalvík Reynir náði að klára sinn leik í dag og sigruðu ÍR-inga eru að sigra ÍR-inga núna 3-2 þegar komið fram í uppbóta tíma, þannig að þeir ná að krafsa sig aðeins hérna upp í áttina pakkanum sem er fyrir ofan. En við þökkum fyrir samfylgdin í dag. Ég hét og heiti og mun heita áfram eitthvað Örn Arnarsson og lýsti síðara hálfleiknum hér með ykkur, fyrir ykkur, og með mér í þessari útsendingu var Ingimar Elvar Ágústsson sem var á myndavélinu og sá undirbúning og stjórn útsendingar hérna í fyrri hálfleik. Takka honum fyrir velunnin störf og bið ykkur bara að fylgjast vel með komandi dagskrá hjá okkur. Hana má finna á iatv.is, YouTube rásin okkar og eins á endilega hvet ykkur til að fylgjast með okkur bæði á Facebook síðu IATV og Twitter. Þangað til næst bið ég ykkur bara að fara varlega og hafa það sem allra best. Takk.